Þú ert seinn. Ég var bara upptekinn, sko. Ok. Hvar er eiginlega húfa þín? Ég týndi henni heima, sko. Eva, hvað? Er þetta Gettu betur? Láttu mig í friði. Þessi húfa fer þér ekkert sérlega vel. Hvað? Má maður ekki týna hlutunum sínum með það? Ok, ég bara segja eftir að fara að finna gömlu húfuna þína. Já. Ertu með kaffi? Já. Og kleinurhringi. Takk. Kóði 42, tilkynning læti, mögulegt ofbeldi í blokkakjörunum í blokk nr. 6, íbúð 22B. Bara handa við hotnið. Drífum okkur. Já. Engan as. Er þetta ekki sama blokk og þú og kona þín bjuggu í? Kom okkur. Lögreglan! Opnaðu hurðina. Ég tel niður að 3. 3, 2, 1. Ég að koma inn. Þetta er lögreglan! Við fengum útkall ofbeldi! Hvað er eiginlega í gangi? Lögreglustöð. Okkur vantar aðstoð við máli í blokkunum. Eva, hjálpa mér út úr okkar svæðið. Ég get þetta ekki. Ekki aftur. Þú ert rannsóknarlögregla, Eva. Þetta er ekki fyrsta sjálfsvíðið þitt, er það? Hættu, Magnús. Ég er bara að segja, þú verður ekki haft heminn á þér. Er það svo erfitt fyrir? Þegiðu, hálfvitið þinn! Eva! Hvað var þetta? Hvað meinarðu? Nú, þarna inni. Ekki neitt. Þú varst bara að pirra mig. Það er allt og sumt. Pirra þig? Hvernig var ég að pirra þig? Þú varst að pirra mig. Hvað? Var ég líka að gerast forseti Íslands eða? Við vorum á vettvangi og þú mistir stjórnina. Hvað er eiginlega í gangi með þig?
Ég er bara slæma reynslu með svona hluti. Nú. Ókei þá. Ég ætla ekki potið að takka. Nei, fjölskylda mín hefur bara farið í gegnum svo margt og höldum bara áfram. Við þurfum þess ekki frekar um að vilta. Við getum bara sendið það sem við höfum, skilur, og sjáum hvað það segja rannsóknarstofunni. Þetta knús. Heyrðu! Fyrst þið líður svona illa, hvað ef ég býður út að borða? Ha? Já, það væri vel þig. Já. Nei, ég er ekki vakandi. Ég meina sofandi. Ég meina góðan daginn. Já, ég kem eftir hálftíma. Sorry, hvað ég segin? Allt í fína. Ok, Gunnar, útskýr núna fyrir henni að þú varst að segja mér. Já, svo fórnarlambi er Lúðvík Hjaltalín, 23 ára maður frá Vesturbænum. Við fundum dánarbréf á glæpavettvanginum. En skriftin á dánarbréfinu er ekki svo sama og skriftin hjá Lúlla. Og þau eru bara svona hverju skiptir það máli? Hér er finniparturinn, fingraförin á bréfinu eru ekki hans Lúlla. Þetta eru fingraför besta vinans, Manfreðs Hjálmarssonar. Nei, besti vinur hans? Þannig að þetta hefur ekki verið sjálfsvíg, þetta hefur verið morð. Vó, finnst þetta ekki ótrúlegt, Magnús? Jú, alveg ótrúlegt. Ég sendi ykkur allar upplýsingarnar. Komdu, Magnús, góðum hann. Góðum okkur. Þetta er staðurinn. Komdu, komum það. Þetta er lögreglan. Opnaðu hurðina, djöfisins hóru ungi! Þetta er lögreglan! Lögreglan! Upp með hendur! Þessu sjá þér! Biðið strákar, löggan er komin. Þú veist af hverju ert í það? Hún var 18, ég sverða! Það er ekki ástæða af hverju þú ert hérna í dag, en getum talað um það seinna. Veistu af hverju staddur ég er? Nei, var ég að vinna verðlaun eða? Hversu þykkur ertu eiginlega? Fyrir til hvernig þykkur? Eru nokkrar hættir? Já, þykkur í lærunum, þykkur í lungunum, þykkur í hausnum, þykkur í... Hættu þessu rugli, Manfreð.
Þú varst dregin hingað af ástæðu. Þú mátt kalla mig manna. Leið mér aðeins að trufla þig. Erum við inn í bílskúr? Kannast þú við nafnið Lúðvík Hjaltalín? Já, Lúlli. Við þekkjumst vel. Ég er reyndar ekki búinn að hitta hann í smá tíma út af hérna vinnunni. Þannig að þú veist ekki hvað kom fyrir hann. Fyrir Lúlla? Er hann slasaður? Hvað? Af hverju er hann spenntur? Ég er ekkert spenntur. Ég er bara áhyggjufullur. Hvað gerist í Lúlla? Manfreð, Kallaðu mig manna. manni. Fyrir 15 dögum þá fundum við hann Lúlla. Við fundum Lúlla látin í íbúðinni sinni. Ha, er Lúlli dáinn? Já, hann er það. Og veistu hvað? Hvað? Þú ert sá grunaði. Þú segir að það var ekki hitt hann í smá tíma út af vinnunni. En fingraförin þín fundust á morðsvæðinu. Ha? Mín fingraför? Þín fingraför, þú ert 2 valkosti. Annarkvort útskýrir þetta fyrir okkur, eða... Eða þú viðurkennir að þú gerðir þetta. En ég gerði ekki neitt. Lúlli var besti vinur minn. Þá er það spurningin. Af hverju? Vildirðu peninginn hans? Gerði hann þér eitthvað? Af hverju? Af hverju? Af hverju? Magnús, hafðu heimil á þér. Ég hef fulla stjórn. Ok, allavega hana. Hvað vinnurðu við? Já, segð okkur. Hvað vinnurðu við? Ég fagmannlegur keppnismaður í tölvuleiknum Fortnite. Þú ert hvað? Ég fagmannlegur keppnismaður í tölvuleiknum Fortnite. Já, ég náði því. Hvað er Fortnite? Þetta er svona skotleikur, mikill keppnisskapur sem fylgir honum. Ég er númer 2 á Íslandi. Beint á eftir gúrkupanum 27. Hvað minn almáttuðum manni? Hvað er eiginlega gúrkupanni 27? Hann er Íslandsmeistari í Fortnite. Heyrðu, við erum ekki að tala um Fortnite. Jú, hann var að spyrja. Magnús, ekki satt? Getur við komið okkur að efninu? Já, gerum það. Manni, getur þú sannað að þú gerðir þetta ekki? Ég gerði þetta ekki. Það er ekki sönnun! Spyrjið bara umboðsmanninn minn. Umboðsmaður, hvað ert eiginlega að bulla? Já, hann Palli. Við erum góður vinir. Hann sér aðstöðuna mína þegar ég er að keppa úti. Úti? Keppir úti? Hvenær fórstu eiginlega sennast? Já, fyrir svona 2-3 vikum. Sjáum til með það. Hvað er símanúmerið hans? 420 4269. I'll be back. One Punch Man. Já, góðan daginn. Hver er þetta eiginlega? Góðan daginn. Þetta er lögreglan á Suðurlandi. Já, góðan daginn. WhatsApp. Getur þið gert mig greiða og svarað nokkrum innföldu spurningum fyrir mig? Já. Þú ert umboðsmaður Manfreðs Hjálmarssonar, ekki satt? Já. Hvar var hann fyrir 15 dögum nákvæmlega? Nú, hann var úti í Flórida að spila fyrir hönd Íslendinga. Fuck. Svaraði þetta spurningunni þinni? Já, takk fyrir. Bless. Ok, ég held að þetta svara spurningun okkar þá. Heyrðu Eva, viltu ekki fara að segja kaffi? Jú, viltu mjólk? Nei, úti, bara svart. eða- Ok. Svo, spilar eitthvað tíma tölvuleiki eða ertu alltaf svona alvarlegur? Spilar stundum póker. Eða legg kapal. Spilar stundum jafnvel Olsen Olsen. Hvað er það? Nei, ég glimti því.
Ég spilaði stundum dúos með Lúlla. Djöfullinn vorum við góðir. Manni, hættu þessu rugli. Hvernig geturðu verið svona glaðvær eftir að hafa drepið besta vin þinn í köldu blóði? Ég skil þetta ekki. Af hverju heldur þetta sé ég? Því sannanirnar segja það. Þegar þú segir mér hvað gerðist og það myndu gera, þá mun ég passa að þú rotnir í fangaklefa restin af lífinu. Hvaða sannanir? Það getur ekki hafa verið ég. Ég var út að keppa í Fortnite þá. Hvað, áttu ekki lífdrengur? Spilandi töluleiki alla daga? Áttu ekki tíma fyrir konur eða? Áttir þú engan tíma fyrir Freyju? Hvernig veistu Freyju? Ég veit margt konuna eina sem þú veist ekki. Til dæmis hún hélt framhjá. Haltu kjafti. Þú veist ekkert hvort tala um. Nú, það já. Hún Freyja leitaði til góðmennskunnar í Lúlla marinn eftir pókerkvöld hjá ykkur vininum. Hvernig? Hún sagði að samband ykkar væri, hvernig get ég orðað þetta, ofbeldisfullt. Hún þurfti umönnun, hún þurfti ást, eitthvað sem maðurinn hennar gat ekki gefið henni. Freyja var bara ringluð. Það er alltaf sumt. En hvernig ætti þú að vita það? Þú ert svo heltekin að ég hafi fram með morðið hans Lúlla. En veistu hvað? Ég veit hvað gerðist. Ég veit að Freyja var eitthvað að dúlla með Lúlla. Ég er einn sjens í viðbót. Þau voru meira sem við plönum að flytja til Akureyrar og stofna fjölskyldu. Flýja storminn, það er að segja. Hættu þessu. En það var aldrei neitt úr því fyrst að Freyja hvarf. Veistu, mig grunaði alltaf að það hefði einhver gert henni eitthvað. Og núna Lúlli. Hver myndi gera svona lagað? Ekki nema... Nei. Það varst þú! Nú ertu alveg búin að missa þig. Kvöldið sem að Freyja ætlaði að fara frá þér og kvænast Lúlla, þá hvarf hún. Palli sagði að hún hefði numið á brott og Lúlli trúði því. En hvað ef hún hvarf aldrei? Hvað ef þú drapst hana? Hvað ef þú drapst hana fyrir að hafa farið á baki á þér? Og þú drapst Lúlla til þess að losa þig við lausa enda, ekki satt? Lausa enda. Lausa enda. Rúsína í pylsuendanum. Er ennþá eftir. Komum þið bara sér. Magnús, hvað ert eiginlega að gera? Legðu frá þér byssuna. Hann vildi ekki hætta að tala um Freyju. Ég hafði ekki heimil á mér. Ekki láta mig gera þetta. Nei, Magnús, ekki!